Já, það heyrist. Hæ, já, heyrist í mér? Heyr. Pínu? Já. How was the day? It's here. I think it's farther away. Like there, yeah. No, it's on the other way. You can flip it, I think. Hello, hello. 1, 2, 3, testing. 1, 1, 2, 1, 2, 3. It's okay? Yeah. Can you hear it? Yeah? Yeah. Okay. A little bit more. A little bit more. Yeah, I hear it. Are you speaking for the... Hello, hello. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, nice. It hits. Try it. You can try the other one. Okay, if you want it. Two, 1, 2, 3. Hello, hello. 1, 2, 3. Yes, it's good? Yeah, I think it is. Yes. Nee. Góðan og blessaðan hvíldardaginn og verið hjartalega velkomin, bæði því sem eru hér og þau sem eru kannski að fylgjast með á netinu. Við skulum byrja samkona með því að, í Jesú nafni, með því að syngja sálmann nr. 201.
við skulum finna okkur annar sálm, hann er númer 177. Ritningatextinn kemur úr Markús 2:5 og við skulum rísa á fætur. Þá Jesús sér trú þeirra, segir hann, við lama manninn, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Við skulum. Kærleysriki Faðir á himnum, þakka þér fyrir stundina hér í dag, þakka þér fyrir alla blessanir þínar og þakka þér fyrir fyrirgefninguna, þú ert alltaf tilbúin til að fyrirgefa okkur þegar við byggjum það, kæri Faðir. Þú ert alltaf tilbúin til að rétta fram þína hendi, þakka þér fyrir það. Byggjum að þú fyrirgefur okkur syndir okkar og hjálpar okkur til að vera verkværi þín hvar sem við komum. Blessaðu kirkjuna okkar, blessaðu framtíð okkar og hjálpa okkur til þess að við mættum stíga fram í trú og segja öðrum frá kærleika þínum. Drottinn, viltu blessa ræðumanninn þegar hann talar til okkar, senda okkur orð frá þér. Ég fel þessa stund í þínar hendur og þakka þér í Jesú nafni. Amen. Og þá syngjum við sálminn númer 240.
verða teknar upp gjafir og þær renna til Alfa, líknarfélagsins Alfa. Já, kærleysiki Faðir og himni, þakka þér fyrir þessar gjafir, viltu margfalda þær og blessa og þær komi í góðu notum við þitt málefni. Viltu blessa þá sem gefa, í Jesú nafni, amen. Og þá syngjum við barnasálminn okkar, hann er númer 76. Sæli krakkar, ég fæ að segja ykkur sögu í dag. Í Biblíunni segir frá því að einu sinni kom Jesú til borgar sem hét Jerikó og hann gekk í gegnum borgina. En það var einn maður í borginni sem hét Sakkaus og hann var yfir tollendumaður og hann var auðugur. En við lesum það og þið hafið kannski heyrt söguna, en það líkaði engum vel við Sakkaus. Það var ekki að því að hann var auðugur, að fólk líkaði ekki við honum. Og hann var líka lítill vexti og það var ekki að því að hann var lítill vexti að fólk líkaði illa við hann. En það var að því að hann svindlaði. Já, hann var lítill en það var ekki út af því að fólk líkaði ekki vel við hann að því að hann svindlaði á fólkinu. Það sem gerist að þegar einhver átt að borga skatt, kannski 1 silfurpenning, stelpur viljið setjast, þegar að það átti kannski einhver að borga 1 silfurpenning, þá lét Sakkaus að borga 2 silfurpenninga og viti hvað hann gerði við annan silfurpenningin? Ég er nú með mikrofónu hérna. Hann tók hinn 1 silfurpenningin og sett hann í kistunni hjá konungnum og 1 silfurpenningin sett hann í vasan sinn. Hann var að svindla á öllum og hann var að taka peninga sem hann átti ekki.
En einn daginn þá heyrði Sakkaus Jesú. Hann heyrði Jóhannes skýrara predikara hann og hann langaði svo að hitta Jesú. Já, eftir sestu ástin mín. Og hún langaði svo að sjá Jesú. Hann var búinn að reyna að segja fólki að honum þætti þetta leitt og hann ætlaði að hætta að svindla. En þau trúðu honum eiginlega ekki. Svo þennan dag, þá heyrði hann að Jesús var að koma í gegnum Jerikó. Svo leið hann heyrði það, þá kastaði hann öllu frá sér og hann gleymdi meira þess að taka peningakistuna fyrir konunginn. En hann sá og hljóp þangað þar sem hann vissi að Jesús var að koma. Hann langaði svo að sjá hann. En muni, Sakkaus var lítill. Svo hann var að reyna að sjá, en það var allir fyrir. Og að því að engur líkaði vel við Sakkaus, þá vildi enginn hleypa honum framhjá. Svo allt í einu var hann að reyna að sjá Jesús og hvort hann gæti. Hann fann enga leið, hann var svolítið leiður. En svo mundi hann að það var móberjatré á þessum leið. Þannig hann hljópa undan og klifraði upp í móberjatréð. Og hann klifraði upp til að sjá Jesús. Og þegar Jesús kom, þá sá hann svona þögun að koma og hann sá hvernig lærisveinarnir voru svona íta fólkinu frá svo að Jesús geti lappað áfram. Og alltaf kom Jesús nær og nær og hann sá Jesús og hann var svo glaður. Og hann ætlaði að kíkja svona niður þegar Jesús kæmi fram hjá móberjatrénu að þetta tré, það var svo stórt að það fór alveg út á götuna, út á gangstíktin. Þannig að getið ímyndað ykkur að Sakkaus að kíkja niður, hann að horfa niður á trénu og Jesús að labba fram hjá, en Jesús stoppaði og hann leit upp. Og vitið hvað hann sagði? Hann sagði, Sakkaus, flýttu þér ofan, í dag vil ég vera með þér í þínu húsi. Og vitið hvað Sakkaus gerði þá? Hann dreif sig niður á trénu og tók á móti Jesús glaður. Hann var að hugsa, Jesús, hann veit hvað ég heiti. Og ekki nóg með það, þá vildi Jesús fá að vera með honum. Engin annar vildi koma í heimsókn til hans, af því að hann var búinn að vera að svindla á öllum. Hann sagði Jesú, mér þykir þetta mjög leitt. Mér finnst leitt að ég hafi verið svona. Ég vil ekki gera svona áfram. Og hann sagði, Herra, helming eigna minna gef ég fátökum og hafi ég nokkurt haft af nokkrum, þá gef ég honum ferfalt aftur. Hann ætlaði að gefa 4 silfurpeninga fyrir hvern eina silfurpening sem hann tók. Og Jesús var ánægður með þetta og sagði, það er gott. Og hann ætlaði að fara með honum heim og borða með honum. Þegar við okkur verður á, þegar við gerum mistök, þá getum við alltaf sagt við Jesú, viltu fyrirgefa okkur? Og alveg eins og Jesús fyrirgaf Sakkaus, þá er hann líka fyrirgefa okkur. Og við getum munað það, jafnvel þótt að enginn annar trúi því, eða vilji fyrirgefa okkur, að þá getur Jesús alltaf fyrirgefa okkur. Og þannig að Sakkaus var alveg rosalega glaður að ekki bara fyrirgaf Jesú honum, hann vildi líka vera vinur hans, hann vildi líka þekkja hann og vera heima hjá honum. Þannig að Jesús vill líka vera vinur okkar líka þegar okkur verður á. Hafið þið einhvern tímann gert mistök? Einhvern tímann gert eitthvað óvart? Ég held að, hefur fullorðna fólki einhvern tímann gert einhver mistök? Það eru vosa fáir sem rétt upp hend. Hafa allir gert nefnilega mistök. Og þess vegna er svo gott að vita það að Jesú vill alltaf fyrirgefa okkur og hann tekur okkur alltaf með opnum örmum þegar við fórum til hans. Og þegar við segjum honum, fyrirgefðu, ég gerði mistök, mig langar að hætta að gera mistök, að þá trúir hann okkur og vill hjálpa okkur. Eigum við að biðja saman, krakkar? Hvernig spennið þið greipar? Gerðu þið svona? Ok, allir gera svona. Góði Guð, takk fyrir það að þú vilt vera með okkur alveg eins og þú vilt vera með Sakkaus. Takk fyrir það að þú veist hvað við heitum og að jafnvel þegar við gerum mistök, þá elskar okkur svo mikið að þú vilt vera hjá okkur og þú vilt fyrirgefa okkur, alveg sama hvað. Góði Guð, við þökkum þér fyrir það og biðjum að blessa öll börnin hér og alla fullorðna. Í Jesú nafni segjum við saman, Amen.
Takk krakkar, þið með setjast. Við þakkum fyrir þetta og nú Gustavo, gjör svo vel. Daginn. Gleðilegan hvíldardag. Happy Sabbath. Feliz sábado. For my Portuguese friends. It's such a pleasure to be with you this morning. Það algjör heiður að vera með ykkur hérna í morgun. Maybe you don't remember or you weren't here by them. Kannski þið munið ekki eða voru ekki hér þá. But 5 years ago, me and my wife were here. En fyrir 5 árum ég og kona mín vorum hérna á Íslandi. And we were like introduced to you guys. Og við vorum kynnt fyrir ykkur. And it was February 2020, before COVID. Já, það var febrúar 2020, það var bara rétt áður en COVID byrjaði. But by that time we were heading to Akureyri. En þá allir vorum við að leiðin til Akureyrar. To develop our mission work over there. Því við allir að fara í boðunastarf þar. But you know, the COVID thing happened. En faraldurinn gerðist. And messed up all of our plans that year, and we have to return to Brazil at the very same year. Og eyðilagði plönin okkar og við þurftum því miður að fara heim til Brasilíu aftur það sama ár. But I remember clearly being standing here with my wife. En ég man svo vel að vera standandi hérna uppi með kona mína. And wondering, when will I preach here for you guys? Og hugsaði fyrir mér, hvenær mun ég predika fyrir ykkur hérna? And I preached at Selfoss Church. Og ég búin að predika í Selfoss. I preached in Reykjavik Church. Og í Ingólfsstræti. I preached in Akureyri. Og á Akureyri. But I never preached here before. En aldrei hér áður. So this is my first time with you guys. En þetta fyrsta skipti með ykkur hérna. Amen. I'm so glad, and I want to just say, I don't know which camera it is, but hi mom, hi dad. Og ég veit ekki hvað myndavél að sína mér, en hi mamma og hi pappi og hi Marianne, konan mín. They're probably watching right now, or they will watch later, because Mariana, my wife, she's preaching as well this morning in our church over there in Brazil. Þeir eru örugglega vakandi í Brasilíu að horfa á mig og Mariana, konan mín, hún að fara að predika í kirkjunni í Brasilíu í dag líka. So, I remember when we returned to Brazil that year in 2020. Oh, just a thing. Já. Okay, you can say it. Og ég man þegar við fórum tilbaka til Brasilíu, ég og konan mín, þannig ár. For the tech guys in behind, I promise that I'll try to stay still and not like move around too much, but I don't promise that I won't. Hann bara að útskýra fyrir þeim að hann lofar að vera kjur, en hann lofar engu. But I remember when we returned to Brazil in 2020, the world was a mess. Og ég man þegar við fórum tilbaka til Brasilíu, heimurinn var bara skrítinn og í rugli. Probably you guys remember the world, how was the world right in 2020? Og þið munið örugglega mjög vel eftir í hvernig það var þannig í 2020. And we returned to Brazil, we had nothing. Jobs, a place to stay, nothing. Og þegar við fórum til Brasilíu, við áttum ekki neitt. Við áttum ekki vinnu, við áttum ekki heimili, við áttum ekki neitt. It was really anxious and stressful time. Það var mjög kvíðavaldandi og stressandi tíma fyrir okkur. And I remember that me and my wife, we were just like changing from my parents' house to her parents' house, back and forth for a year and a half. Og ég man að ég og konan mín vorum að fara fram og tilbaka frá húsi hjá foreldrum mínum til foreldra hennar og aftur til mínum, svona í 1,5 ár. No job. Engin vinnu.
nothing to do, and I was wondering, oh God, what I'm supposed to do right now? Ekkert til að gera og ég fór að spyrja Guð bara hvað á ég að fara að gera núna. And what I'm just about to say to you guys, it's a part of my life that I don't talk about that much. Og það sem ég að fara að segja ykkur núna eitthvað sem ég ekki mikið að segja fólki almennt. It's not because that I'm ashamed of, but it's like, it seems like that never happened, you know? A lot of things back in 2020 seems to me that never happened before. Og það ekki út af því ég eitthvað feimin við þetta, en þetta bara, mér líður eins og þetta gerðist aldrei, eða svona, já. Yeah, and I remember that I was like looking for a job. Og ég man að ég var að leita vinnu. And I found a job. Og ég fann vinnu. An uncommon job. Mjög óvinnulegt vinnu. My job basically was working for the TikTok. Ég fann vinnu við forritið annað TikTok. Back in the day, we didn't have AI and all of that stuff. Þá var gervigreindin ekki svona stort eins og núna. And if you ever been on TikTok or any social platform before, you know that like those like automatic generated subtitles. Og þið hafi verið kannski á þessum forritum, það oftast núna svona texti sem verður sjálfkrafa þegar fólk að tala. And I was one of the guys who was like correcting the automatic generated subtitles for TikTok videos. Og ég var gæi sem var að leiðrétta og yfirfæra þessi texti sem var undir hverjum einasta myndband. So for the, I don't know, I kept doing that for at least 6 months. Og ég var að gera þetta eitthvað svona 6 mánuðum eitthvað svona. 12 hours a day. 12 tíma á dag. Watching a lot of TikTok videos. Að horfa á mjög mörgum TikTok myndböndum. But En you are wrong that I was really enjoying doing that. En ef þið haldið að ég var að njóta þessu, þá nei. Because many of you think that, oh, Gustavo just like kept watching viral videos, like famous videos of famous people. Kannski þið að halda að ég var að horfa á svona myndbönd sem voru orðið fræg eða skemmtileg myndbönd. No. En nei. The platform that I was working for like sent me random videos to analyze their captions, and I have to say, it was a revealing experience for me. Og það sem ég var að gera að þeir voru að senda mér bara handhófskemmt myndbönd til að greina það, texti, og þetta kendi mér ákveðin leksja. 99% of the videos that I analyzed had 0 views. 99% af myndböndum sem ég greindi hafði þá engin hort á. And they covered every possible niche, from people teaching recipes, online gameplays, people venting to the screen, others reading tarot cards, to bizarre videos of empty dark rooms with background music. Og þetta voru mjög sektur myndbönd. Þetta voru myndbönd matreiðslu, tölvuleiki, fólk að fá útrás með því að öskra á símana sína, fólk að lesa tarot spil, myndbönd sem voru tóm myndbönd, bara ekkert að þeim, og stundum voru myndbönd bara eitthvað tóm herbyggi og það var tónlist í bakgrunnin, ekkert meira. And I remember by that time a famous song from a group called The Smiths. I don't know if you know that band. Og þá var eitt lag frá frægan tónlistar hljómsveit, og hvað heit lagið? The Smiths. The Smiths. Yes. And the song goes by, I was looking for a job, and then I found a job, and heaven knows, I'm miserable now. Og lagið fór svolítið þannig að ég var að leita vinnu, ég fann vinnu, og núna ég með eitthvað svona líður illa eða leiðist að svona. And despite the brain rot that I developed, drooling after more than 12 hours correcting videos, I learned 3 main things that these videos revealed to me about the situation of mankind. Og þrátt fyrir allt þetta heila þotið sem ég þráði með mér eftir að hafa verið búin að horfa á þessu myndbönd í 12 klukkustundir á dag, ég lærði 3 áhugaverða hluti mannkynnsins. First thing.
Það fyrsta, People are extremely needy for attention. að fólk þarfnast miklar athygli. They are desperate to be noticed by literally anything or anyone. Þau eru örvæntingafull fyrir að fá einhver taki eftir þeim. And they keep exposing themselves more and more for no reasonable reason at all. Og þau halda áfram að afhjúpa sig meira og meira fyrir engan ástæðu. Most of the time it was really depressing watching those videos. Og oftast var þetta mjög þunglindislegt eða svona sorglegt að horfa á þessu myndbönd. Second, Það er númer 2. people are completely without a purpose. Að fólk hefur algjörlega mist tilgang. It's clear that people are increasingly lost, clinging to whatever they can try to make sense of their lives. Það er ljóst að fólk sífellt tindar halda í hvað sem þeir geta til þess að reyna að fá lífið sitt að vera meira skiljanlegt. You know, vax, anti-vaxxers, people filming their empty daily routines, showing off how much they spend on clothes or food, creating online drama, including religious people. Og við höfum fólk sem með bólusetningar, á móti bólusetningar, með þrám, bara fólk að taka upp daglega rútinu sína og sjá og sína hversu mikið þeir eigið í mat, þeir eigið í föt. Já. Yep. And the third thing that I learned watching those TikTok videos, there is a lot of loneliness in the world. Og það þriðja sem ég lærði að það mjög mikla einmannaleika í heiminum. According to the World Health Organization study that calls From Loneliness to Social Connection from this year, 2025, the health problems related to loneliness and social isolation are diverse and affect both physical and mental health. Samkvæmt rannsókn sem alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin gaf út núna 2025 segir að einmannaleika og að þeir vandamál sem tengja einmannalega félagslega einagrun eru fjölbreytt þættir sem hafa áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. So loneliness affects on mortality, actually. Og einmannaleikan hefur áhrif á dánartíðni. Loneliness and social isolation are associated with an increased risk of premature death. Einmannaleika og félagsleg einagrun eru tengd aukin hættu á ótímabærum dauði. Já. And it's estimated that loneliness accounts for approximately 871,000 deaths annually worldwide by loneliness. Og það reiknað með að einmannaleiki veldur það bil 871.000 dauðsföllum árlega allan heim. That's 100 people per hour dying because of loneliness. Og það 100 manns sem deyja á hverjum klukkustund vegna einmannaleika. Rates are higher among the teenagers. Og þessi tíðni miklu hærri þegar kemur á unglingum. At ages to 13 to 17, it's almost 21%. And the young adults from age to 18 to 29 is almost 18%. Og á milli, unglingar á milli 13 til 17 ára 20% eða 21% tíðni hlutfallið og ungir fullorðnir á milli 18 og 29 hlutfallið næstum 18%. And it is estimated that to 25 to 35% of older adults are socially isolated as well. Og það reiknað með að 25 til 35% af eldri fullorðnum líka að þurfa að díla við þessi einmannaleiki. Loneliness also impacts on physical health. Og einmannaleiki hefur líka áhrif á líkamlega heilsa. So we have increases the risk of cardiovascular diseases such as heart attacks and strokes, elevates the risk of type 2 diabetes, worsens the management and prognosis of chronic diseases as well. Og þetta eykur hættuna að fá svona hjarta- og æðasjúkdóma, að fá hjartaáfall eða heilablóðfall og eykur líkunar að fá sykursýki 2 og versnar
meðhöndlun á öllum þessum langvinnum sjúkdómum. And loneliness, of course, impacts on mental health as well. Og auðvitað einmanaleika hefur líka áhrif á andlega heilsan. We have higher risk of developing depression and anxiety, increased cases of common mental disorders, and a decline of psychological well-being. Og það hefur auka líkur að fá þunglindi og kvíða og eykur tíðni að fá þessum mjög algengum geðraskanir eða geðsjúkdóma. And we have other effects as well, such as loneliness and social isolation are considered risk factors comparable to other major public health problems, such as smoking and obesity, due to their strong association with premature death, severe physical illness, particularly cardiovascular and metabolic, and the rise in mental health disorders. Einmanaleiki og félagslega einangrun eru talin áhættu þættir sambærilegir við önnur stór heilsufarsvandamál eins og reykingar og offitu og vex sterkan tengsl á milli ótímabæran dauða, alvarlega líkamleg sjúkdóma, sérstaklega hjarta- og æðasjúkdóma og efnaskiptasjúkdóma, aukin hættu á geðheilbrigðisvandamál. But the World Health Organization, just like study on impacts on physical health and mental health. En þessi alþjóðlega heilbrigðisstofnun, þeir eru bara að rannsaka það sem áhrif sem hafa á líkamlega og hugan. But loneliness does not only affect the physical, social, emotional, and mental aspects of life, it also affects the spiritual dimension as well. En einmanaleika hefur ekki bara áhrif á líkamlega og félagslega þættir, heldur líka einnig á trúarlega þáttir. The Christian life is not lived only by my faith, but also sustained by the faith of those who walk with me. Kristna lífi ekki bara, ég með þetta hérna, einhvers þar. Já, ok, ég ætla bara að því þetta beint. Að kristna lífi ekki bara lífað vegna trú, heldur líka hefur það áhrif á þau sem ganga með okkur í gegnum trúin. So this is the church in a nutshell, you know? Og þetta kirkjan í norskunn. Let's go to the Bible. Open your Bibles on Mark chapter 2. Og skulum opna Bibluna í Markusar Guðspjald önnur kafla. Can be your physical Bibles or on your Bible app. Það getur verið bara bókina eða í símanum. Everyone's ready? Allir tilbúnir? So let's begin the reading. Skulum byrja. I'm just going to read it throughout and you can read later. And again, he, Jesus, entered in Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house. Some says that this house was Peter's house in Capernaum. Verse 2, and straight away many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached to the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there in the reasoning of their hearts. Why though this man does speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately, when Jesus perceived his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins are be forgiven thee, or to say, Arise, and take up thy bed and walk? But they may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He said to the sick of the palsy, I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way to thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Vonandi voru að fylgjast með að meðan hann var að lesa, en hann var að lesa frá Markusar Guðspjalli 1. til 12. vers. Ætti að lesa hana með, eða, já.
En það stendur, nokkrum dögum síðar kom Jesus aftur til Kapernaum, þegar frelstis hana væri heimna söfnus, svo margir að hvergi var ekki lengur rúm, ekki nú sinni fyrir dýrum úti, og Jesus flutti þeim orðið. Þá komið með lamaða mann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesus fyrir fólkinu, rúfu þeir þekkjuna uppi fyrir honum, grófu þar í gegn og létu hann síga ofan í rekkjuna sem hinn lamaði lá í. Þá Jesus sem trúr þeirra segir hann við lamaða manninn. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér. Því mælir þessi maður svo. Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá. Því hugsið þið slíkt í hjörtun ykkar. Hvor auðveldara að segja við lamanmanninn, syndir þinnar eru fyrirgefnar, eða segja, stattu upp, takt reykjuna þína og gakk. En til þess að þið viti að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, það segi ég ykkur. Nú talar hann við lamanmanninn, stattu upp, gakk, takk reykjuna þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jarðskjót reykjuna og gekk burt í alla augsinn svo allir voru furður losnir. Lofuðu Guð og sögðu, aldrei áður höfum við slíkt séð. Thank you. So in the Gospel of Mark, in this very chapter, the chapter 2, we find one of the most beautiful accounts of friendship, faith, and compassion, in my opinion. Í þessi saga sem við erum að lesa, það getum við séð mjög falleg leksju þar sem erum að sjá vinátta, samúð og compassion. What do you say the third was? I said friendship, faith, and compassion. Já, vinátta, trú og samúð. A paralyzed man, unable to move on his own, is carried by 4 friends to Jesus. Lamaður maður sem gat ekki hreyft sig sjálft var borinn til Jesú af vinnu sínum. They face obstacles, do not give up before the crowd, and with creativity and perseverance lower the paralytic through the roof. Það voru hindranir, en þeir gáfust ekki upp framfyrir út af mannfjöldanum. Og með skópunargáfu og þrúsaugu þau létu hann síga niður af þakinu. And the text says that Jesus, seeing their faith, not only heals the man's body, but also forgives his sins. Og það stendur að Jesús sá ekki trúin þeirra og ekki bara læknaði hann líkamlega, heldur fyrirgaf hann syndir hans líka. So this story for me reveals something more profound. Svo þessi saga leiðir í ljós eitthvað miklu dýpra. So today I want to share with you Svo í dag vil ég deila með ykkur 4 lessons of the 4 friends for us. Vil ég deila með ykkur 4 leksjum frá þessum 4 vinum sem við getum séð hérna í Mattheusar Guðspjall. The first one, Fyrsta leksjan, the purpose of the Christian life must include caring for others. að tilgangur kristna líf verður að fela í sér að annast aðra. The modern world teaches us to think, I am enough, I don't need anyone anymore, but the Bible shows the opposite. Heimurinn í dag kennir okkur að hugsa, ég nóg, ég þarf engan að hjálpa, eða engan að, en Biblía segir hitt öfugan. Adult life brings challenges, kind of losses, changes, family crisis, financial worries. Að vera fullorðinn fylgir alls konar áskoranir, eins og missir, breytingar, fjárhagsáhyggjur. And old age as well, loneliness, physical limitations, fear of the future. Og á eldri árum líka, það fylgir einmannaleika, skert hreyfigeta, ótta við framtíðina. In all of these moments, God calls us to be a support for others and to allow others to be supported by us. Í öllum þessum stundum, Guð kallar okkur til þess að vera stuðningur fyrir aðra og leyfa aðra að styðja okkur. Love is not a theory, it's a practice and an action. It's being present, visiting, caring someone when needed.
Kærleikur ekki bara kenning, það þarf að æfing og það þarf að grípa til aðgerða og vera til staðar, fara í heimsóknir og annars hvern annað þegar þörf krefur. And Jesus said in John 13, verse 34, love one another as I have loved you. Og það stendur í Jóhannesu Guðspjall 13. kapla, nýtt boð gef ég ykkur að þér elski hvort annað. Another passage, let's go to Isaiah 58, verses 4 to 10. We think that like this love each other, caring for others is just like a reality of the New Testament, the reality of Jesus. But now we're going to see in Isaiah, this is not a new reality at all. It's not a new teaching at all. Og núna ætlum við að fara í Jesaja kapla 58, vers 4-10 og núna getum við séð að fólk heldur núna dögum að þessi elski hvort annað eitthvað bara sem sagt í Nýja testamentin, en hérna erum við að fara að sjá að þetta hér verið í gegnum alla Biblíuna. So I'm going to read it. Skulum lesa þetta saman. What good is fasting when you keep on fighting and quarreling? This kind of fasting will never get anywhere with me. You humble yourselves by going throughout the motions of penance, bowing your heads like reeds bending the wind. You're dressed in burlap and cover yourselves with ashes. And this is what you call fasting? Do you really think this will please the Lord? No. This is the kind of fasting that I want. Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Then your salvation will come like a dawn and your wounds will quickly heal. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from the behind. Then you will call Lord, and the Lord will answer, yes, I'm here. He will quickly reply, remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your finger and spreading vicious rumors. Feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. Og það stendur á íslensku, þér fastið til að þræta og deila og sláðu með kreppnum nefa. Fastið ekki eins og í dag ef rödd yðar á að heyrast í upphæðum. Ekki sú fasta sem mér líkar, sá dagur menn þykja sig. Láta höfuðið hanga eins og sef og leggjast í sekk á ösku. Kallar þú slík föstu og dag sem drottning gleðjast? Nei, sú fasta sem mér líkar að leysa fjötra sleikningar, láta rakna bönd oxuns, gefa frjálsa hína hjörðu og sundum brjóta sér hver ok. Það að þú miðlir hínum hungruðu af brauðinu þínu, hýsir bástanda hæslýslausa menn og ef þú sér klæðlausan mann að þú klæðir hann og rífist ekki þann sem höld þýr og blóð. Note here that the end of Isaiah. I'm not done. Okay. Þá brýst ljós þitt fram sem morgunroði og sár þín gróa skjót. Réttlæti þitt fer fyrir þér en dýr drottins fylgir eftir. Þá mun kalla og drottinn svara. Biðja hjálp og hann mun segja, hér ég. Ef þú hættir allir undir róku þínu á meðan, hættir hænísbendingum og rói. Réttir hungruður þar sem þig langar sjálfan í og seður þann sem bátt á. Þá rennur ljós þitt upp í myrkrinu og dimman kringum þig verður sem hábjartur dagur. Undone now. Yes. Notice that the end of this passage that we just read, Isaiah says, the darkness around you, not the darkness inside you. Jesus said that we are the light of the world, not to shine inward, but outward to everyone around us. Your light is supposed to shine the people around you, not you. Tökum eftir að það stendur að ensku leiksin segir ekki myrkrið sem í kringum sem
ensku stendur á myrkrið sem í kringum þig, ekki myrkrið sem inn á þig. En Jesus segir að við verðum að vera ljós heimsins, ekki til að skína ína við, heldur út af við. There is no Christianity. Please notice this. There's no Christianity alone on the top of a mountain. There's no following Jesus without people, and there's no Christianity without loving each other. Það engin kristinn sem eina fjallstindi. Það ekki hægt að fylgja Jesú án þess að hafa fólk. Það engin kristi sem án þess að elska hvort annað. We don't need to read this passage right now, but this passage is really famous, where like Jesus is talking about the end of the world and how he will separate the people as a goat from the sheep at the end of the times. Do you remember that passage? You know, and Jesus says, "Come, are you blessed of my Father, inherit the kingdom that you prepared from creation of the world. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me to your home. I was naked, and you gave me clothing. And I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Við þurfum ekki að lesa allan þessan texta, en þetta þegar Jesú að tala enda heimsins og hann að aðskilja geitin frá lömbin, og það segir hann: "Því hungraður var ég og þér gáfu mér að éta, þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstu mig, nakinn og þér klæddu mig, sjúkur og þér vitjuðu mig, í fangelsi var ég og þér komu til mín." Jesus' metrics are the people and people only. There is no ifs or excuses. If your Christianity are excluding people, if your Christianity is not like contemplating, be around people and blessing people, so it's like kind of fake Christianity, like totally. Það eini mælikvarði sem Jesú notar í þessum texta kærleika sem við gefum gagnvart fólk. Það bara fólk og það engin ef eða eitthvað og ef við eða afsakanir, en ef við að hugsa það, þá þetta bara svolítið falsk trú eða já. So the second one, at some point we all need to be carried. Og leksja nummer 2 að við þurfum allir að vera borin einhvern tíma eða svona. The paralytic in Mark 2 could not reach Jesus alone. So this reminds us that none of us are self-sufficient. Maðurinn sem var lamaður í þessi sögu Markúsar Guðspjall gat ekki komast til Jesú ein. Þetta minnir okkur á að enginn sjálfbær. You know, Moses needed Aaron and Hur to hold up his hands in prayer during a war. David only survived because friends hid him from Saul. Paul acknowledged that he was often helped by his brothers and sisters in the faith. Even Jesus, in Gethsemane, in the desert of temptation, he was comforted by angels. Og við getum séð mörg dæmi í Biblíunni, til dæmis Móses þurfti Aron og Hur að halda til að halda hendunar hans uppi á meðan hann bað. Og Davíð lífði vegna þess að vinir hans földu hann fyrir Sál. Og Páll viðurkenndi hann þurfti oft að hjálp frá vinur sínum og systur í trú. Og meira að segja Jesú, þegar hann var í Getsemani garðinum, hann þurfti að fá huggun frá engill. Recognizing the need for help is not a sign of weakness, it's a sign of humanity. Að viðurkenna þörfina fyrir hjálp ekki merki veikleika, heldur merki mannúð. Only God is self-sufficient. We need each other. Bara Guð sjálfbær vera. Við þurfum hvort annað að halda. And often, God's help will come not through like a spectacular miracle, but through a hug, a visit, a caring word. Og oft kemur Guðs hjálp ekki gegnum eitthvað sérstakt kraftaverk, heldur gegnum knús eða heimsókn eða kærleiks orð. Lesson number 3. To be carried, you must also carry. Og leksja nummer 3 til þess að vera haldin þarftu líka að halda, eða til að vera borin. I have to remind you guys that friendship is not a one-way street. It is sharing the Christian journey together. Og vinátta ekki einstefna. Hún þarf að vera deild, kristna göngu saman. Paul in Galatians
he writes, like, carry each other's burdens, and this is the way you will fulfill the law of Christ. Í Galatabrifi 6:2 stendur, beri hvort annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Solomon in Proverbs writes, a friend loves at all times, and a brother is born from a time of adversity. Og í Orðskviðnir 17:17 stendur, vinur lætur aldrei af vináttu sinni, í anstreymi reynir hann sem bróðir. Remind something, true friendship is constant, not dependent on circumstances. Og við getum séð það að vinátta, alvöru vinátta, stöðugt, ekki háð kringumstæðum. In youth, friendship is often an adventure. In adulthood, friendship is a perseverance. In an old age, friendship is presence. Í æsku vinátta oftast talin sem ævintýri. Á fullorðinsárum vinátta meira svona þrautseigja og á eldri árum vinátta viðvera. In every stage of life, Christian friendship must be marked by reciprocity. Á hverju stíg lífsins verður kristnileg vinátta að vera gagnkvæmt á hverjum stundum. And you may think like, oh, but I can help as much as I used to. Remember, helping is not only carrying physical weight. Og kannski heldur þú að þú og hugsar fyrir þér, ég geti hjálpa eins mikið og ég gat áður, en hafðu í huga að hjálpa ekki bara að hjálpa með líkamlega byrðir. Carrying burdens is listening, is praying, is counseling, is interceding, is giving testimony of your faith. Og að bera hvort annað geti verið með að biðja fyrir hvort annað, að gefa ráðgjöf, að gefa vitnisburð og trú. Yep. Yeah. So, like, often a teenager or a young adult praying for someone else, especially for those who in their point of view, they don't deserve anything from us, is an exercise of altruism and biblical love. Og þegar táningur eða ungfólk býður einhverjum að biðja fyrir sig eða eitthvað, og í þeirra augum ekki bara dæmi þá myndi vera dæmi óerni eða kristinn kærleikur. And another important thing. Og annað mjög mikilvægt hlutur. His friends, the friends of the paralytic guy on Mark 2. Og vinir hans af þennan lamaðan mann þannig í Markusarguspjall. They probably knew that their friend's incapacity came from a result of his sinful life and actions. Þeir vissu örugglega að þessi þessi ástæðan af hverju hann gat ekki hreyft sig, gat verið út af syndir hans sem hann gerði. Look what Ellen White writes about this passage. The paralytic has sinned against himself and against God. His disease was the result of a life of a sin. So he was paralytic because of a sin he committed. And his sufferings were embittered by remorse. He had long before appealed to the Pharisees and doctors of the law, hoping for relief from mental suffering and physical pain. But they coldly pronounced him incurable. Já, ég var með þetta einhvers staðar hérna. En ég finn þetta ekki. Já. Þessi lamaður maður hafði syngað gegnum Guð og gegnum sjálfan sig. Og sjúkdóminn hans var afleiðing af synduga lífið hans. Og þjáningan hans var falin í mjög mikli, hvað heitir þetta, remorse, eftirsjá. Hann hafði lengi áður komið fyrir framan fariseunar og læknar lögmálsins eða fræði með lögmálsins á þessum tíma með vonina að fá hvað heitir relief relief eða svona léttir eða svona einhvers konar léttir frá sínar andlegu þjáningar og þessar líkamlegu þjáningar en þeir greindu hann að hann væri ólæknanlegur. And that's, for me, is the most beautiful thing about these friends. They don't care about their friend's sins, his past life apart from God. Og það eitthvað sem ég finnst ótrúlega fallið við þessi vinátta að þessum fjórum vinnum, að þeim alveg sama lífi hans
sem án Guðs. They not just don't care, and they don't judge, but instead, Þeir dæma ekki, en í staðinn, they carried the friend, they climbed the house, þeir höldu vinur hans, þeir klifruðu húsið, they opened the roof, they laid him down, þeir opnuðu húsið, þeir opnuðu þakið, þeir lögðu hann niður, they put effort. þeir lögðu sig fram. They put the needs of their friend off at first, regardless anything else. Þeir settu þar vina sína fram fyrir sína eigin. And the most important thing, Og eina mikilvægstu hlutum, they brought him closer to Jesus. And that was true friendship is. þeir færðu hann nær Jesú og það það sem alvöru vinátta Fourth lesson, and the last one. Og fjórða leksjan og síðasta, Your faith can be an instrument for salvation of others. trú þín getur verið verfæri til að frelsa aðra. Mark 2 is clear when it says, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Við lásum aðan að Jesús segir trú þeirra það sem their faith, já. Trú þeirra, segir hann við lamaðan mannin. And we can see throughout the Bible a lot of other examples of like a faith from a person saving other person. Já, það sem stendur í versin segir, þá segir Jesús, sér trú þeirra, segir hann við lamaðan mannin, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. We can see in Genesis 7:1, Noah's faith saved his entire family. We can see Abraham's intercession saved Lot and his daughters from hesitating until the last second to leave Sodom. Moses' intercession spared Aaron from God's wrath. And Job's intercession saved his unfaithful friends from God's wrath. Og við höfum oft dæmi í Biblíuna þar sem trú einhvers bjargar einhvern annan. Og hérna höfum dæmi eins og í fyrsta Mósebók að trú hans Nóa bjargaði hann og fjölskylda hans, að Abraham bænan hans bjargaði Lot og dætur hans sem voru svona hesitandi eða svona efins á síðustu stundu til að fara frá Sodom. Og við getum segið í 5. Mósebók að þegar Móses var að biðja fyrir Aron, þá var hann bjargaður frá reiði Guðs eða svona. Og í Job við getum séð að hans bæn eða intersection eða svona, já, bjargaði vinnir hans sem voru unfaithful, hvað heitir það? Ótrúir, já. Já. Yep. Again, Ellen White writing about this passage, and I highlighted some parts. It was their faith that led them to bring their sick friend to the Savior. It was their faith that was manifest in their persistence and effort. And it was their faith that Jesus saw and responded to. Og hann með texta hérna frá aldana líka frá Ellen White sem segir að það var trú þeirra sem leiti þeim til að koma með veikan vin sinn til frelsaran. Það var trú þeirra sem birtist sem þrausegja og það var trú þeirra sem Jesus sá og brást við. This shows us the power of intercession. Og þetta sýnir okkur valdið eða kraftin sem bænin hefur. Perhaps you have friends who no longer have faith or who have drifted away from God. Kannski hefur þú vinir sem ekki lengur í trú eða, já. Perhaps you have children, grandchildren who have drifted away from God. Kannski ertu með börn eða barnabörn sem hafa fjarlægt sig frá Guði. But remember one thing. En mundu eftir eitt. Your prayer can be the rope that lowers them to the feet of Jesus. Bænin þín getur verið lífslína sem leggur þá fyrir fætur Jesú. Your faith may be what keeps hope alive until they themselves find healing and forgiveness. Trú þína getur verið það sem heldur von í þeirra líf þangað til að þau sjálf finna lækningu og fyrirgefingu. Shared faith is the heart of the church. Sameiginlegt trú hjarta kirkjunnar. No one
enters in heaven alone. Enginn gengur einn til himna. So we live in a time when loneliness has become an epidemic. Og við lifum í tíma þegar einmannaleika hefur orðið fyrir sem faraldur. Many elderly people live in isolation. Many adults carry silent burdens. Many young people feel lost. Margir aldraðir lífa í einagrun, margir fullorðnir bera þungar byrðar og margir ungt fólk eru týnd eða verið týnd. God's plan for his church is to be a community where each and both carries and is carried. Áætlun Guðs fyrir kirkjuna er að vera samfélag þar sem allir bera og eru bornir. So the purpose of your life must include others. Svo tilgangur lífs þíns You also- þarf að vera að taka aðra með. You also need to be carried. Þú þarfst líka að vera borinn. And to be carried, you must also carry. Og til þess að vera borinn, þá þarftu líka að bera. And your faith can be an instrument of salvation of others. Trú þín getur líka verið verkfæri til að frelsa aðra. May the Lord give us the grace to be friends who bring one another to Jesus, for it's only at his feet that we can find forgiveness, healing, and eternal life. Megi Drottinn gefa okkur náðina til að vera vinir sem leiða hvort annað til Jesú. Því aðeins við fætur hans finnum við fyrirgefingu, lækningu og eilíft líf. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni. Amen. Okay. Við þökkum kærlega fyrir og endum á sálmunum númer 359.
Dear Heavenly Father, what can we say more than we already talked this morning? We just humbly gonna ask you to be with us and make us instrument for the salvation of others, from our friends, family, relatives, whatever they are. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen.